Já, við ætlum að horfa aðeins aftur í lok þáttarins til tímabil sem var svona aldamótin og kannski frekar eftir aldamótin. Þegar að það geisaði mikla deilur í íslensku samfélagi trúarbragð, fyrirferð trúarbragða og kristina trúarengum í íslensku samfélagi. Þetta svona tímabil sem að kannski margir tengja við vantrú. Til þess að við erum að rifja þetta upp núna að Kristinn Theódórsson, að skrifa greinar á Vísi, þar sem hún fjalla svolítið, horfa tilbaka til þessa tíma, þar sem að þú tókst þátt í því á svona öðrum að svolítið gagnrýna fyrirferð kristinnar í samfélaginu. Já, algjörlega. Þetta þótti mann alveg ofboðslega áhugavert og þykir ennþá, þó að hafi náttúrulega breytt svolítið áherslunar. En þarna upp úr 2005 eða eitthvað, þá fór ég svona dettin á bloggið á Íslandi og þá fór maður að velta þessu fyrir sér öll þessum trúarlegu hugmyndum og hvort það ættu rétt á sér og hvort það mættu vera mótandi fyrir stefnu samfélagsins og slíkt sko. Og ég var alltaf meira og meiri svona aktivist í rauninni og skrifa þessa hluti. Heit vantrúa maður. Já, svo var ég ekkert lengi í vantrú. Ég er alls ekkert einn af þeim sem stofnaði til vantrúar en eitthvað leiðis. Það voru aðri gaurar og krakkar. En trúleysingi? Trúleysingi, já, ég var mikill trúleysingi og alin upp í því held ég svona mest út af pappa mínum sko. Við vorum svona vísindahyggjumenn saman. Svo En maður sem skrifa greinarnar í Vísi, hann er meiri svona efasemdamaður. Mennar þá ég? Já, ég er kannski orðin það í dag, sko. En Ég segi ekki þessu eins og Páll Postuli sem hafi snúist þarna á leiðinni til Damaskus. Það er ekki svona eldglæringarnar á voru áður. Nei, ég held að maður hafi breytt svolítið sérstaklega í þessu heimspekinámi sem ég fór í. Og ég held að ég hafi lært ýmislegt og það hafi breytt afstöðu minni. Það sé ekki bara ég að gleyma tilganginu með eitthvað svoleiði sko. Herðu, ef við reyna að skilja þetta tímabil og þig, hvað, að þú nefnir þetta að þú hefur verið að byrja að blogga og svona, kannski er þetta tengt í að sko netsamskiptin, svona forveri samfélagsmiðlana, þetta er á sama tíma, heldur að það geti verið tengslan á milli? Já, ég held að það hafi verið mjög mikill áhrifavaldur að það var svo vinsælt og skemmtilegt að stofna svona bloggsíður og hafa eitthvað þema og mitt þema var fljótlega svona heimspekilegar vangaveltur heiminn og hversu og ég var mjög svona aggressíft á móti trúarlegum hugmyndum, mér fannst það svo vitlausar sko. Og skemma fyrir í samfélaginu? Já, ég held að mig að segja sko, að þessi trúleysisaktivismi sé alltaf það að maður vill helst ekki horfa upp á einhver svona ákvarðatöku sem er kannski guðsaði mér að gera það. Og það náttúrulega ekkert mikið það í dag. En það var alveg til í dæminu í kringum aldamót í amerískri pólitík og víðar í heiminum að það þótti bara að vera fítarökstýringur að þetta sé kristilegt eða Guð segi það eða eitthvað svoleiðis. Það fannst manni algjörlega fráleitt sko. Það stödd síðan að við höfðum varaforseta í Bandaríkjunum, Pence, sem að talaði svona út að segja. Já, akkurat. Og í rauninni sko, þó að ég segi í þessari grein að þetta sé nánast búið spil á Íslandi, þá er það alls ekkert í Bandaríkjunum. Nei. Og hann mætti náttúrulega segja að þar sé þessi slagur alveg í fullir vikni. En samt er það mjög breyttur sko, því að þessi bloggarar og hugsuðir sem voru mínir minna fyrirmyndir þegar ég byrjaði að blogga í Bandaríkjunum, þetta var náttúrulega, maður byrjaði að skoða þetta ameríska blogg, þetta enskumælandi blogg, fór síðan að svona gera hluti í svipund úr. Þeir eru allir hættir að tala trúleysi, sko. Það er allir hættir þessar umræðleiku við, sko. Akkur heldur það sé? Ég held að það sé að því að þó að ástandi sé þannig að þú sér með Mike Pence að tjá sig í Bandaríkjunum, þá held ég að sé einhvern veginn farin úr þessu allir vindur, raunverulega. Ég held að þessi hugmyndafræði sé á miklu undanhaldi og einhvern veginn að það þykir bara ekkert spennandi lengur að standa í miklu andofi gegn því. Meinarðu það að ít og kristinnar hafi minnkað? Sumir getur andmælt því og sagt til dæmis að bakslag í frelsi kvenna til
til þungunarofs, væri Já, dæmi að algjörlega, kristnin væri algjörlega. bara alls ekkert að gefa eftir í Bandaríkjunum. Já, ég geti alveg tekið það, en það er svona meira, ég held að það sé svona meira íhaldshreyfing heldur en raunverulega trúarheimspeki fyrir mér. En ég er alls ekki að segja að þessi slagur sé unnin í Bandaríkjunum, hann er það alls ekki. Sko. Þessi minna að það sé verið að kenna sköpunarsöguna í skólum. Já, ég meina það er alltaf ekkert það hér á landi, sko. En það er klárlega vandamál þar. Já. Þegar þú og fleiri taka þátt í þessu umræðu hér, þið þá að flytja inn umræðu að utan, sem hafði kannski ekki sama tilefni? Já, við erum raunverulega dálítið að því, en það var þetta náttúrulega einhverju marki hobby okkar að tala þessa hluti. Og það endaði dálítið þannig í þessum kommentakerfum vantrúar og á mínu bloggi og viðar að maður endaði oft í rauninni hugmyndaslag við örfáa sköpuna sinna á Íslandi. Maður dróð á eiginlega að sér. Þessar 14. Þessar 14 eða 15 heittrúðu sköpuna sinna, þeir komu til þess að rífast með blogginu og það er náttúrulega bara bráðfyndi í sjálfu sér. En fólki sem er með svona daglega passífa trú nennir ekki svona rökkraðana, sko. Nei, ekki kannski við bókstafstrúamenn og sömuleit eru vantrúamennin eru náttúrulega bókstafstrúamenn. Það er nú verið bent á það, þú kannast við það. Það eru eiginlega einu mennindir sem að trúa biblíunni bókstaflega, það eru vantrúamenninir sem er alltaf reyna að sanna að það getur ekki verið að heimurinn hafi verið skapaður á 70 eða 60. Þetta er náttúrulega fíblagangurinn sem við vorum alltaf að díla við og ég sjálfur að maður var alltaf sakar að vera bæði trúaður sjálfur sem að maður mótmælti alveg ákaft og svo var maður líka sakar að vera alltaf að andmæla trú sem er ekki til eða væri bara mjög fámenn og það fannst okkur aldrei sjálfum, sko. Að taka bókstaflega texta sem að enginn kannski annar tók bókstaflega. Akkurat, og manni fannst maður ekki vera því þó að maður væri alltaf að eldast við einhverja nánast bókstaflega fullinningar. En já, trúarheimspeki er bara mjög loðinn og það er mjög skrítið að tala um hana á þess að breyta henni einhvern veginn og reynir að tala um hana, sko. En svona 2005, ef við segjum þessi ártalið, hafði kristnin trú áhrif á Íslands samfélag, einhverju ráði? Já, en þetta var náttúrulega bara miklu undanhaldi, held ég, sko. Það var ennþá verið að, sérstaklega upplifði ég þetta í kringum siðmennt, sko. Ég er svona einn af fyrstu árgöngunum sem var fermdur borgarlega, held að það var 94. Og ég fann alveg fyrir því í samfélaginu að það þótti skrítið, öðruvísi. Og upp úr aldamótum er ennþá svona pínlegt að vera eitthvað að fara þá leið í samfélaginu og veraldlegar giftingar og veraldlegar greftranir og svo framvegis. Kannski ekki giftingar, það var nú alltaf verið algengt að fólk gifti sig. Já, það var alltaf hjá sýslumanni eða eitthvað, sko. En þá er kannski meira low profile giftingar. Akkurat, sko. En leið alltaf að vera með fallega trúlausa giftingu í meðförum siðmenntar. Það þótti það jafnveg svolítið skrítið, sko. En svo var það alveg allt sem hann að breytast. En á þessum tíma gat maður samt ennþá verið að rífast að fjalla neikvæð ummæli biskups eða neikvæð ummæli einhvers prests og svo allar þessar gömlu kreddur. Neikvæð umræðu þá gagnvart trúleysi. Já, og við náttúrulega vorum mjög kannski viðkvæmir fyrir öllu umtali að allar þessu klassísku hugmyndir að siðgæði komi frá trúnni og komi úr því menningabaklandi og alltaf þegar það var gefið skín að trúleysingjarnir hafi ekki þess háttar bakland og séu ekki með þessa menningu og þá þótti mann alltaf vera að tala niður til veraldlegar heimsmyndar, sko. Það gætir ekki orðið góð manneskja nema trúa. Já, einmitt. Þannig þetta er kannski barátta hóps, svona mannréttindabarátta hinna trúlausu virðingu og viðurkenningu í samfélaginu. Algjörlega, og alls ekki, ég er ekkert að gera lítið úr henni, sko, en það er svona, það hljómar eins og maður gera lítið úr henni þegar maður svona talar þetta sem eitthvað liðið, eitthvað svona pínu skemmtilegt, en þetta var alveg svolítið alvarlegt, og ég held að þetta hafa alveg skilað árangri. Já, það er svo bara, mannréttindabaráttan, hún skilað árangri, en kannski svipmót baráttunar var náttúrulega rosalegur vopnagnýr. Já, og það er náttúrulega bara kannski það er kannski bara hobbyisminn, sko, að menn hafði svo gaman að því að rökræða og fjasa og búa til fyrirsagnir
og þannig að það þurfti alltaf að grípa þessi ummæli biskups og búa til svargrein og vona að hún fengi sem mesta lesningu og eitthvað svona. En maðurinn, hann Kristinn, sem að skrifaði greinarnar í dag, það eins og hann horfir svona tilbaka í þessu tíma, ég ekki að segja að hann sé að segja að hann myndi ekki vilja hafa gert þetta, alls ekki, en hann myndi ekki vilja gera þetta í dag. Nei, kannski bæði náttúrulega því að hver er munurinn? Alltaf bæði kannski að því að það er ekki lengur ástæða til, ekki sama ástæða til og svo er ég alltaf bara breyttur. Og hvernig breyttist þau? Mér fannst bara í þessu heimspekinámi þá opnaðist bara fyrir mér sú þekking að hugmyndakerfin sem við búum við eru fleiri en eitt og ef þú ert alin upp í vestrænni efnishyggju, svona vísindalegri nálgun, ef þú ert alin það rækilega upp í þeirri nálgun að þú hefur ekki nokkurt skilbragð á að séu til aðrar hugmyndir, þá skilur það bara ekkert. Og hefur ekki einsinn inn í það. Og missur það af ykkur eða? Ég held það sko, já. Og ég er búin að vera að hugsa mikið um þetta. Ég skrifaði líka BR-ritgerð um þessi máli eiginlega. Hún er reyndar hún heitir heimspeki hugvíkandi efna. Og það eru sem sagt hugmyndir eins og Meginlands heimspekin og Hegel og hughyggjan og allt þetta. Þetta eru hugmyndir sem að fólk getur ekki skilið nema það eyði verulegum tíma í að grúska í þeim og það er enginn að því í dag sko. Það er enginn vestrænn vísindahyggjumæður að leggja sig eftir í að skilja Hegel og af því að það er þannig þá bara halda menn að þeir hafi skilning á einhverju ef þeir geta nota örfá orð til það lýsa því. Eins og dæmis ef ég myndi lýsa kristninni þannig að kristni sé trúa og Guð sem skapa heiminn. Það er náttúrulega brjálega útfullnægjandi lýsing á kristni. Og að samanskapi er öll almenn umræða þessar heimspekilegu hugmyndir mjög ófullnægjandi og mjög lítið lýsandi fyrir hvað er raunverulega innibera. Og eftir að ég upplifði það að ég hafi svona séð hina liðina á þessu, þá sá ég sjálf mig sem bara algjörlega skilningslausan á þessum tíma. En það er ekki þannig að þú sitt orðin trúaði maður eða þú... Mér finnst það alls ekki sko. Nei. En það mætti við deilum það. Þannig að það sem þú ert að gagnrýna er kannski svona ein einfalda veraldhyggja sem að þú notaðir og margir í trúarbragða deilunum upp úr 2005. Algjörlega, já. En það er ekki þar með að þótt að þér finnist hún vera köld og heimsk og einföld að það er ekki þar með að þú setja afneita að það að vera trúlaus. Nei, alls ekki. Ég held ég sé trúlaus en þegar maður er búin að velta sér upp úr heimspeki þess að það er þessar klassísku hugmyndir sýnd og reynd og hvort að vitundin geti nálgast veruleikann og allt þetta dót. Öll þessi meðvitundum að tungumálið er ekki hlutlaust og að ákveðin hópsál samfélagsins mótar hvað við höldum heiminn. Þegar maður er búin að dvelja dálítið við þessar hugmyndir þá má eiginlega deilum hvort að við séum eins tengd þessari efnishyggju og við höldum í daglegu tali. Og þess vegna held ég að sko, þessi daglega vísindalega umræða Vesturlanda við erum orðin alveg blind á hve tæknileg hún er og fjarlæg jafnvel bara raunveruleikanum. En þá er og fullnægi okkur ekki sem manneskjum við að skilja sjálf okkur og heiminn. Já, það er algjörlega líka hluta því sko. Og það er einmitt það er einmitt svo áhugaverð nálgun finnst mér nú orðið sko, að ég er búin að vera að velta fyrir mér þessu konsepti sko, ef þú ert til dæmis þunglindur trúleysingi og þér finnst lífið tilgangslaust og erfitt eins og til dæmis Albert Camus kom inn á ef þér finnst spurningin bara að vera annarkvort á ég að kála mér eða hætta þessu eða reyna að halda áfram ef þú sérð engan tilgang
og ekkert inntak, en eftir á sama tíma að berjast gegn því í sjálfum þér að opna á einhverjar skrýtnar hugmyndir. Það er eins og maður sé bara að taka þá afstöðu af einhverju þrjósku að skoða ekki hugmyndir sem getur verið skemmtlegar. Og ég þekki alveg fullt að dæmi það að menn geri þetta. Þeir bara eru stoltir af því að skoða ekki skrýtnar hugmyndir. Það séu merkingarlausar og utan sviðsins sem við teljum mikilvægt eða raunverulegt eða praktískt. Og þá ertu náttúrulega að fordæma það sem þú þekkir ekki. Algjörlega, það er það sem maður er að gera. Og þá kemur náttúrulega þessi góða spurning, sko, hvar fer vísinda nálgunin yfir í að vera vísinda hyggja? Þessi vísinda trú getur ykkur sagt. Já. Það er eins og þú væri að lýsa þarna heittrúa manni sem ekki þorir að hleypa inn öðrum hugsunum. Akkurat. Ítrið frá sér. Og hvort maður gefur þeim séns eða skoðar þær eða reynir að upplifa þær, ef maður gerir ekkert að þessu, er maður þá ekki raunni búin að velja sér að einhverju undarlegri þrjósku eina nálgun við heiminn, og er það ekki trú? Það er náttúrulega ekki trú í alveg sama skilningi og þessi trúarbrögð eru það, en það er samt sem áður ákveðin svona vitsmunaleg þrjóska. Og ég er búin að vera að velta mikið fyrir mér hvort að þessi heimsmynd sem að ég hef svona hálfpartinn barist fyrir, hvort hún sé bara of leiðileg. Og mér finnst það einlega í dag. En hvort var þetta svo hugmynd sem að þú barðist fyrir, Já. sem er þá að fá að vera trúlaus í samfélagi, sem Já. er svolítið mótað af menningu og sögu trúabræða, eða var tæki eins og þú notaðir, voru þau leiðileg? Af því að áðannast er að segja sko, að það er hægt að vera trúlaus á þess að vera með svona þunna trú akkurat, einmitt. á mælistokkin. Já, ég held að sko, verkfærin sem maður kýs að nota í vísindahyggjunni, þá kýs maður að líta svo á að ekki sé raunverulegt nema það sé mælanlegt og prófanlegt eða standi í ykkur rögleg samhengi við eitthvað sem er mælanlegt og prófanlegt. Það er bara örlítið brot af þeim veruleika sem við lifum í. Það er bara örlítið módel af litlum hlutans. Það held ég hljóti að vera alveg hægt að segja það. Og við vitum, við upplifum það að tilveran sé mjög margslungin og þessi örfáu kerfi hugsunar sem að er hægt að nota alltaf að prófa hlutina, það er mjög ólíklegt að þau ná utan með allt saman, sko. Það er ekki okkar tíma. Við erum komið svo skamt að þannig að þetta er þá verður maður að teygja sig yfir eitthvað gamalt. Já, og svo er það sko svona ákveðin þrjóska eða þröngsýni eitthvað hlutis að líta svo á að hafi hluturinn ekki eða hugmyndin ekki einhvers konar praktískt gildi eða passi við hitt mótilið, þá eigi maður bara ekki að tala um það og ekki hugsa um það og ekki reyna einu sinni. Og það er náttúrulega sagði Wittgenstein sem fræktur árið, sko, að það sem hún getur ekki talað eða átti ekki að tjá þig og ekki reyna einu sinni. En svo má segja hann hafi svolítið snúið frá því setjum tíma Wittgenstein. En allar þessar hugmyndir eru bara mjög skemmtilegar og í setjum tíð finnst mér mjög gaman að búddískum nálgunum og Alan Watts og svona hugsuðum og ég sé þessar pælingar ekkert sem einhverja mótsögn við vísindalegu nálgununa eða efnishyggjuna, þannig séð, sko. Það breytist ekkert að þetta borði þó að ég tala til dæmis hughyggju og svo samsagt er bara svo sorglegt finnst mér og það er það sem ég er búin að vera svona velta fyrir mér undanfarið að hvort að heimspekin geti verið einhvers konar gluggi inn í skemmtilegri heimsmynd. Það er sem að þessi fræga pæling, sko, þessi fræga skiptingum hvort að hugurinn sé ástand í efninu eða efnið sé ástand í hugunum. Og það hljómar alltaf alveg kostulega fyrir vísindahyggjufólki að tala um efnið sem ástand í hugunum.
en þetta samt sem áður hugmyndir sem að heimspekin búin að vera að berjast mikið við því að í málnótkunni þá gera það konar slys sem að að þessum landamærum og þegar maður er búin að grúska svolítið í þeim þá verður þetta bara alveg valid pæling að hugsanlega sé tungumál sem lítur á efnið sem ástand í huganum meira lýsandi fyrir okkar veruleika heldur en hitt og skemmtilega og skemmtilega þú voru að segja það nokkur sem þetta í hug Felix Krull sem er skáldsagnapersóna sem að Thomas Mann bjó til hann, mjög snemmi í bókinni þá kemst hann þeirri niðurstöðu að þessi svona 2 meginleiðir sem getur valið sér í lífinu annars vegar að líta á heiminn sem lítinn, útskýranlegan Akkurat. Og skiljanlegan eða stóran, óskiljanlegan og kaotískan og hann hafði ekki hugmyndu hvort það rétt en hann vissi að þessi stóri var skemmtilegur þess vegna valdi hann en það er nákvæmlega málið sko og líka sko í hughyggju-nálguninni og nú hughyggja rosalega skrítið orð fólk verður bara pirrað leið að heyra orðið sko en ef að vitundin sentral fyrirbrigði í heimspekinni þá svona hlutir eins og tilgangur og merking þá það hugmyndir sem að þá mjög einhvern veginn raunverulegar og tengjast mér og okkur en ef að efnið sentral pælingin og vitundin bara einhver tilfallandi afleiðing á einni plánundu í alheiminum þá hugtækið tilgangur til dæmis það bara þvælist fyrir því að ég sé duglegur að eignast afkvæmi eða eitthvað sko bara hefur enga merkingu og af hverju ættum við sem vitundir að velja okkur heimsmynd sem gerir ekkert ráð fyrir okkur sjálfum og ég alltaf svona meira og meira að velta fyrir mér ég alltaf meira og meira að koma þangað og þeir alltaf að spurja Kristinn Theodorsson 2005 hvað var þetta að pæla? En þetta allt saman mjög áhugavert og auðvitað á maður bara að hafa gaman af hugmynda umræðinni sko. Og það svo sem alltaf gert sko. Ég hafði mjög gaman að þessu þræsi trúarbröðin. Já, þú hafði kosið svona hlutverk andmælandans og gagnrýndans. Og ég reyndi nú alltaf að ertu búin að vera á svona vappi í Hofgarðinum svolítið lengi. Já, ég er búin að vera mjög seinþroska í þessu. Já. Útskriðast úr þessu bíanámi á 47. ári. Já. En já. Og þú ert að leita eins og við gerum í Já, þetta fannst mér líka svo. Og meðal annars að leita tilgangi vegna þess að það er ég held að það hefur nú verið bara meldt í sálfræði að það að hafa tilgang í lífinu nokkuð líður betur. Já, akkurat. Og von, þá eru komin úr kannski huglægu yfir í svona nærði að vera eins og trúarlegt að það trúmargra að ef þú missir vonina þá eiginlega hættur að vera maður og hættur eiginlega geta staðið undir sjálfur. Já. Það er eitthvað sorglegt það sem maður sér vonlaus maður. Það fannst manni rosalega pirrandi gamla dag. Það var alltaf verið að segja við mig að ég væri leitandi. Já. Og ég var með svo mikla fóbíu fyrir allir trúar hugtakanótkun. Þú taldir líka verið búin að finna svörin eða ekki? Já, ég var alltaf... Í þessu módeli... Já, og það líka svo fyndið. Sko. Mér fannst ég samt vera mjög hóvær og lítilátur með þetta því að mér fannst ég raunni bara að segja að þetta þekkingin sem við höfum. Þetta allt saman eru fínar hugmyndir en það eru ekki raunverulegar eða það eru ekki staðfestanlegar og við getum bara að tala um þar sem eitthvað skemmtilegt grín en þetta eru staðreyndirnar og svo hefur náttúrulega nálgun mín til þessa kannski svolítið breyst sko. En já þetta Ég veit ekki að það tengist þessu máli en mér finnst svona undanfarið þá hafi verið ofta sagt við okkur að þetta að treysta vísindunum þannig að þau verið gegnum gáðandi gennum COVID. Já. Tengist það þessu eitthvað svona stundum það þannig þegar svona hugmyndakerfi eru við að falla þá verður heilalegið þeirra meiri sko. Ég heldur að það var vísindi síðan að falla eða eitthvað. Nei, ég að velta fyrir okkur það svona þessi krafa og maður að afsala sér
sem sagt einhverju svona ákvörðunum eða öðru slíku heldur bara að treysta vísindunum sem er eiginlega sem að kirkjan var að segja okkur. Það er aldrei góða punktur. En ég veit það svo sem ekki sko. En ég sammála því að eins og margir hafa alltaf verið að benda á frá upphafi sko, að eftir því sem að trúarlega baklandið svona minnkar þá verður dálítið þessi veraldlega stjórnsýsla einhvern veginn það eina sem er eftir og þess vegna sko, hef ég raunni ekki áhuga á því að við finnum einhver ný trúarbrögð, einhver nýjan Guð og einhver nýja Biblíu en ég hef dálítið áhuga á því að við upphugsum nálgun við að kenna ungu fólki heimspeki að hugmyndasagan sé miklu áhugaverðari heldur en bara vísindahyggjan sko. Þetta er ekki bara endurreisnin og svo upplýsingaröldin og svo hinn dásalegi nútími Akkurat, sko. Og hitt sé allt grá, forneskja og myrkur. Já, ég meina það, nú er verið að tala um það sko að einmannaleiki sé bara eitt stærsta vandamál samtímans og það er eitt af því sem ég upplifði í þessu grúski mínu er að til dæmis þessi einhyggja heiminn sem að hughyggjan er hún segir til dæmis að við séum öll hugsanlega ein vitund og það er mjög framandi og ögrandi hugmynd en hún líka mjög skemmtileg og í þeim skilningi sáðu hipparnir sko, bítlarnir þeir sáðu sko I am you and you are me og það er bara dálítið notaleg tilhugsun þannig að þú ert ég og ég er þú að því við erum hluti af sama batterínu og eigum margt sameiginlegt stundum finnst mann eins og það sé lítið brot að manni sjálfum bara inn í mér það er langstæðsti hlutin að mér er á milli mín og annars fólks akkurat og ef ég vil stækka sem manneskja þá er miklu öðra fyrir mig eða miklu skynsalega að reyna að stækka þann hluta heldur með að vera að stækka eitthvað reynd algjörlega, mér er stór hluta því sem að þú ert og sem ég er bara bókstaflega það sem við erum í menningarlegu samhengi við hvort annað sko. Og þessi vestræna einstaklingshyggja okkur sem afmörkuð dýr og afmarkaðar vitundir hún er í sjálfu sér svolítið kuldalegu og afmarkandi það að sjá heiminn örlítið öðrum augum og sjá okkur meira sem svona eitt element ef að það er hreinlega bara gefandi fyrir geðið akkur ættum við ekki að sjá þannig Svo getur hitt líka verið grimt þetta er náttúrulega við lifum svona endalok nýfröskutíma sem er svona einstaklingshyggja sem að trúi því að besta leiðir að byggja upp samfélag var að hver hugsaði bara sjálf á sig að við okkur bæri raunverulega ekki að hugsa um þetta í sameiningu hvað svona samfélag eða heimi við viljum byggja upp nákvæmlega og við erum í svona við erum rættað í vandamál út af því En svo er þessar hugmyndir allar að sjálfsögðu það er mjög huglegt hvort að maður upplifir svona eitthvað sem fallegt eða ekki fallegt sko. En það er kannski líka bara fjölbreytileiki í samfélagsins ég var einmitt að hugsa um það áðan sko trúleysingar reyna ofta að selja veraldarhyggju þannig að ef þú hlustar á Carl Sagan ef þú hlustar á hann tala að við séum öll stjörnurík og geimurinn sé ótrúlega magnaður og allt þetta dót sko hann er það náttúrulega, þetta er náttúrulega æðislegt fyrirbæri þessi heimur en ef þér finnst það ekki mjög heillandi mynd þó hún sé falleg þá viltu kannski ykkur aðra mynd og í trúleysinu þá látum við dálítið eins og það eigi yfir alla ganga sko að ef þú getur ekki lifað með því að heimurinn sé kuldalegt efnisæðilegt place þá bara too bad for you sko því aðrar hugmyndir eru ekki sannar sko Þegar maður hlustar á fólk deila svo trúarbrögðana slíta þá hugsa maður oft að fólk sé blind fyrir því að við erum bara öðruvísi svona ólíkt samansett. Sumir hafa eflaust sko eitthvað svona rökfræðilegan botn í sinni sál en aðrir hafa bara eitthvað allt annar sko. Og það er eiginlega vonlaust að sko tróða sinni svona tilvistarlegu sýn á sjálfan sig í heiminum upp á annað fólk sko því að þetta er náttúrulega að sömuleyti er þetta uník hvert fyrir
Já, við erum svona allar kraftaverk raunir hvert fyrir sig og við Akkúrat. heil alheimur hvert fyrir sig og þegar við hverfum þá hverfur heil alheimur. Þannig að það er svolítið verið að horfa fram á þessum svona stórfengleika vitundarinnar og lífsins með því að ætlast til að allir séu bara góðast að sömu niðurstöðu. Já, og akkurat þetta orðalega sko, Talandi leiðalan heim. með, Það er rosalega mögulegt. með dauða hvers og eins hverfi heila alveg sko. Já, Þetta er náttúrulega eitthvað sem að maður hefði verið bara pirraður yfir sko, í vísindahyggjunni sko. já. En Verðu, en ég ætla að spyrja þetta mig. er komin á. Já, Af því að þú skrifa, af því að ég veit að svona 2005 að þá hefur örugglega einhver kristinn maður sagt við þig að já, þú getur veifað þínu trúleysi núna, en þegar á reynir, Kristinn, þá köllum við öll eftir Guði. Já. Af því að þú nefnir svona persónulegt áfall sem að verður vannst fyrir inn í greininni. Þess vegna spyr ég þessu. Annars vegar þetta sem var sagt við þig sem að ég veit ekkert hvað er hæft í því ef að snúðum allir kalli á Guðs í vanda. En það að eitthvað svona sem er svona persónuleg upplifun, sem er svona einhver svona sálarháski, að þá kannski dugar illa svona vísindahyggjan. Já, þetta var náttúrulega mjög klassísk ádeila á trúleysisumræðuna og þessi hvað heitir hvernig var þetta alltaf orðað á ensku verður alltaf eitthvað there are no atheists in the foxholes eitthvað svo leiðis en já, það er alveg góð pæling og það gerist nú ekki hjá mér heldur núna sko, núna þegar Það er sárt að tala um þetta. En þú skrifar það að kona þinn nákomin hefði tekið eigi líf. Já, ég er svo hrikalega nefni þetta við þig af því að þú skrifar þetta. Ég er bara svo tilfinninganæmur guður sko, ég get aldrei haldið í rómnum sko, en já, systir mín tók eigi líf og það breytti einhverjum hugmyndum minn beint sko, ekki þannig að ég færi að efast heimsmynd mína eða vona að Guð kæmi eitthvað svoleið sko, alls ekki, en þú kaust að nefna þetta í samíkinu sem þú varst að fjalla í greinum. Já, í greinni ákvæði nefna þetta af því að mér fannst allt í nú eftir á hyggja að kannski sé það svona siðferðilegt hlutverk að taka þátt í því að skapa heimsmynd og menningu sem að fólki líður vel í. Og kannski sé ég bara ekki að því. Þú sett ekki að því? Já, eða sko hafa ekki verið í þessari efnisíkju nálgun sko. Ég hafi samt verið að berjast fyrir því að ofan á yrði heimsmynd sem að mér finnst ekki henni sjálfum sérlega notaleg sko. Og öðrum kannski ensíður. Sko. Og það er samt sem að eins og ég kom inn á áðan að það eru þetta samt persónumyndið og sumum finnst stjörnureiks nálgunin æðisleg og heimurinn frábær sko. En það er ekki endilega öllum sem líður þannig sko. En þá ættu að kalla bara eftir svona meiri mannúð og mildi í samfélagi. Já. Er það lærdómurinn að sína hvort öðru meiri virðingu? Ég skrifaði þetta aðeins þetta í ritgerðinni minni sko, í búddisma og austrænum hugmyndum það er dálítið minni áhersla lögð á að einstaklingunum sé raunverulegur sko, egoið sé blekking og þetta allt. Og það er hugmyndi fyrst mér dálítið vera það að við séum ekki svona óbáslega aðskilin indök og þessi bratta hugmynd að einstaklingurinn sé standi einn og þurfi að sko og sé gegn heilt inntak. Þetta séu ekkit endilega góðar hugmyndir sko. Auðvitað geta alveg verið góðar í einhverju þróunlegu samhengi sko, en það geta alveg verið gagnlegt að vinda ofan að þeirri hugmynd. Þess að svona stífnu ákveðni sem að fylgir því og svona það sem að fólk lætur oft yfir eins og það sjálft einhvern veginn egoið í sér sé einhver heilagur það sé hinn heilagi gral sem kannski ekki nema bara eðluheilin sem við erum með sem bara snýst til varnar og flýr eða ræðst á. Já.
Ég meina, við vöknum öll, við vöknum á mótnana og hugsaum, hvað skildur hef ég í dag og hvað hef ég gert í gær og hvað, ég alltaf ég ber ábyrgð á þessu og ég þetta og þetta. En í sömu skilningi þá er þetta alls ekki svona stór hluti af því sem að við ættum að vera að hugsa sko. Nei. Þegar ég hlusta á þig, þá er ég alveg vissum að þessi mikill fjölda fólki sem er að hugsa á svipuðum nótum. Þegar einhver leiti lifum við tíma það sem er komið svona þrót í einstaklingsíkjuna og við förum ekki mikið lengra á henni, sko. Við búum samfélagið er ekki, við erum ekki, þú talar einmannarleikan. Það er það er náttúrulega merkið þess að svona samfélagið á millum okkar sé að sko þotna upp og deyja. Já, vonandi ekki sko, en það er aldrei eins og við séum á einhverjum landamærum núna, þar sem að sérstaklega nú er náttúrulega rosalega mikið talað unga drengi og þeirra nálgun við lífið. Og já, það er aldrei eins og að þurfi einhverja menningabreitingu. Andlega vakningu myndi. Já, ég hefði orðið brjálæri því fyrir 20 árum sko, ömurlegt orð. En kannski er það bara ágætt orð. Sko. Gerur ekki mun á andlegri vakningu eða trúarlegri vakningu? Jú, maður var náttúrulega bara með hálfgerða svona trúar hugmyndafóbíu. Ekkert sem hljómaði þannig, mátti vera rétt eða mikilvægt. Við erum svona langa skynjara sem var titruðu eða það var eitthvað sem myndi á kristni. Mér leiði og einhver var að kalla mig leitandi eða eitthvað sko. Herðu, Kristín, takk kærlega fyrir að koma inn og spjalla. Takk að þú bleið. Það er einmitt svona samtal sem fer fram víða við dúglagt, vaxdúglagt eldursporð, þar sem að fólk er að velta fyrir sér. Já, vonandi eru bara margir að hugsa skemmtilega hluti og eitthvað kemur út af því. Já, og takk fyrir að skrifa þessar greinar inn á Vísi, innan frasi sem ofta þar er. Já, er ekki skrítið að innan pælningar efnahaginn og hvalveiðar sé einhver ennþá að tala trúarbröðin frá 2000. Já, mér finnst það ekki sko. Mér finnst ég er svona gamall blaðamaður og upplýði það alltaf að blöðin ætti að vera bara ótrúlega margbreytileg sko. Það rúmaði allar hugmyndir og alls konar tón og geti verið vangaveltur og geti verið kvöss og allt saman sko. Því að þannig er einhvern veginn samfélagið okkar. Já, kannski það maður að skjóta sér inn aftur. Já. En eins og segi þá er ég einmitt að velta fyrir mig hvort það sé einhvers konar hvort það sé hægt að kynna þessar erfiðari heimspekilegu hugmyndir þannig að almenningi þykja skemmtilegar. Það er kannski ekki hægt. Það er gaman að reyna. Ef þú trúir að það sé gagna þeim. Ég held það sko, en ég held að vera mjög erfitt að koma með framfæri í þessu umhverfi sem við erum í dag. Það var einn guðfræðingur, ég held að það verið einn af þessum þjóðverum á 20. öld. Hann sagði einhvern veginn þá veru að trú væri einskisvirði nema að vera hægt að nota hann eins og hvort annað eldhúsáhald. Þannig að það væri svona eitthvað sem væri upphafið eða geymt einhvern veginn væri eiginlega til einskis. Trú væri til notkunar í daglegu lífi í svona þeim sálarhásk og erfiðleikum sem við erum. Það sama ætti líklega við heimspekina þína. Hún er til einskisvirði eða er ekki að nota hann eins og brauðnýf. Það er algjörlega rétt og hann var alltaf vandamáli sem að Marx var að reyna að bregðast við að heimspekin væri bara einhver pælingar, einhver fyrirbæristurni en væri ekki að hafa áhrif á samfélagið. Og það er alveg hárrétt, það væri gaman að hlutinir hafi áhrif á samfélagið. Já. Marx reyndi það. Marx reyndi því. Náði miklu breytingum. Tókst, en hann hafði ekkert endilega góð áhrif en hann má deila það. Það má deila það. Herðu, Kristín, kæra þakkir aftur. Kæra þakkir. Og þetta er